Við erum að detta inn í annan veturinn núna í framkvæmdunum og eins og við töluðum í fyrra haust að þá var veturinn í fyrra, hann var krefjandi og svona upp á starfsemina. Vorum mikið af sprengingum og jarðvinnu í kringum byggingarnar og mjög nálægt þeim og síðan töluðum við að við myndum færast fjær þegar við færum í jarðvinnuna fyrir meðferðarkjarnann og það er orðið það ástand núna. Þetta er orðið svona stöðura í kringum byggingarnar og fókusinn á vinnunni er orðin meira í jarðvinnunni fyrir meðferðarkjarnann og undir göngunum, stóra aðgerð þar, undirganginn undir Burknagötuna 9 út við Snorrabraut. Það er þá ennþá smá vinna eftir milli gamla spítala og kvennadeildar þar sem við erum að undirbúa eða gera þar bílastæði. Þar er sprengivinnan mjög langt komin. Sú sprengivinna klárast núna mánaðamótin september-október og þá er má segja öll vinnan í framkvæmdunum komin í meðferðarkjarnann og undirgöngin. Við erum að stefna á að ná að opna fyrir umferð gangandi hjólandi í gegnum undirgöngin og þá líka akstur yfir undirgöngin svona upp úr miðjum október. Þá opnast fyrir akstur inn á svæðið en við erum þó ennþá að vinna mikið á því svæði. Þetta er mikið af stóðveggjum og öðru sem þar verður að vinna, þannig að það verður ennþá vinna þar í gangi töluverð en við opnum þó þar fyrir umferð og þá verður opnast líka fyrir umferð bíla hér niður á suðursvæðið í kringum Læknagarð þar sem að megin hluti bílastæða starfsmanna er orðið núna. Eins og við kynntum svo sem í byrjun að bílastæða starfsmanna færast frá byggingunum og meira út í útjaðarinn og eins og gerðum þessi bílastæði strax í byrjun við BSI og síðan höfum við verið að útbúa bílastæði núna á suðursvæðinu við Læknagarð og erum einmitt núna að undirbúa þetta bílastæði sem við stöndum á hér núna, bara austan megin við Læknagarð. Við höfum náð að halda því þannig að fjöldi bílastæða á lóðinni hefur aldrei farið undir það sem hann var í byrjun og það er þannig núna og það er nú þannig ástand núna að það eru alltaf svona í kringum 100-200 stæði laus hér á suðursvæðinu bara alla daga. Við höfum gegnum framkvæmdina þá höfum við verið að gefa út svona leiðbeiningarkort að því að bílastæðin og gönguleiðirnar hafa verið að færast og núna bara í síðustu viku þá gáfum við síðast út bílastæða og gönguleiðarkort sem er komið í dreifingu innan spítalans og þar á fólk að geta séð hvar framkvæmdasvæðið er, hvaða svæði er lokað, hvar bílastæðin eru, hvar gönguleiðirnar eru frá bílastæðunum og að inngöngum spítalans.